Vistfræðisgreiningar eru eitt besta verkfærið sem við höfum til þess að meta umhverfisáhrif fyrir vörur, fyrir þjónustu, fyrir kerfi. Með því að nota þetta verkfæri þá getum við metið umhverfisáhrifin upp og niður virðiskeðjuna og þá sjáum við svo auðveldlega hvar umhverfisáhrifin eru. Þau eru ekki endilega í okkar rekstri eða í okkar framleiðslu. Þau gætu verið ofar í virðiskeðjunni þegar við erum að ná í hráefni, gætu líka verið neðar í virðiskeðjunni þegar við erum að farga einhverjum efnum eða eitthvað slíkt. Með því að gera vistfræðisgreiningar þá fáum við í rauninni heildarmynd sem við getum unnið eftir. Við sjáum hvar mestu umhverfisáhrifin eru, hvar þau eru að eiga sér stað, hvað við þurfum að gera til þess að geta dregið úr þeim. Efla er brautryðjandi í gerð vistfræðisgreininga á Íslandi. Fyrsta greiningin var gerð 1999, en síðan þá eru komnar á annað 100 greininga í orku, í iðnaði, fyrir byggingar, fyrir alls kyns framleiðsluvörur, fyrir matvælaiðnað. Og þessar vistfræðisgreiningar sem við höfum gert, þær eru að veita okkur svo dýrmætar upplýsingar vegna þess að þá sjáum við nákvæmlega hvar umhverfisáhrifin eru í ferlinu og við getum notað þessar greiningar til þess að bera saman síðan valkosti. Og þannig getum við valið þann valkost sem að hefur minnstu umhverfisáhrifin. Í dag er það ennþá að það fellur til mjög mikið af byggingarúrgangi, af nýtanlegu efni sem við gætum verið að nota í nýjar framkvæmdir. Við þurfum að ná utan um þetta betur, sjá hvað er til, en í rauninni líka er atriði að við ættum ekki að hanna neitt sem að myndar úrgang. Það ætti aldrei að vera til úrgangur.